En þá að öðru. Innanríkisráðherra hefur kynnt ráðherranefnd frumvarp ný útlendingalög og stefnir á að leggja það fram á næstunni. Formaður þverpólitískrar nefndar sem samdi lögin vonar að þau komi sem fyrst til umræðu á Alþingi. Málefni hælisleitenda og flóttamanna hafa verið í brennidepli undanfarið, ekki síst eftir að 2 albönskum fjölskyldum með langveik börn var vísað úr landi í vikunni. Ákvörðun Útlendingastofnunar að synja þeim hæli hefur vakið sterk viðbrögð í samfélaginu og hart verið deilt á stofnunina og regluverk útlendingamála. Aðrir telja vandann liggja í því hvernig lögunum er beitt. Maður eins og allir aðrir fá bara bókstaflega í magann þegar maður upplifir svona skýr dæmi það að okkar reglur og kerfið okkar sé svona, ljótt að segja, ferkantað, að málin séu ekki mannúðlegri en þetta. Samkvæmt lögum útlendinga er heimilt að veita hælisleitanda dvalarleyfi þótt hann uppfylli ekki skilyrði flóttamanns af mannúðarástæðum, til dæmis heilsufarsástæðum, og taka skal sérstaklega tillit til þess ef barn er að ræða. Stjórnvöldum er skylt að eigin frumkvæði að athuga hvort það eigi við. Þverpólitísk þingmannanefnd útlendingamál kynnti síðsumars drög að frumvarpi allsherjar endurskoðun á lögum útlendinga. Frumvarpið átti að leggja fram á haustþinginu. Það er allavega ætlunin með frumvarpinu að kerfi verði bæði skilvirkara og mannúðlegra. Við erum að horfa sérstaklega á mannréttindin og þá mannréttindasáttmála sem Ísland á aðild að og sérstaklega horft á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ólöf Nordal innanríkisráðherra kynnti frumvarpið á fundi ráðherranefndar málefni flóttamanna og hælisleitenda í gær. Að því loknu fer málið fyrir ríkisstjórn. Lokafrágangur gæti tekið nokkrar vikur og óvíst er hvenær málið verður tekið fyrir á Alþingi. Við sjáum eftir því sem að fleiri mál koma fram að annmarka núgildandi laga og þannig að það ekki seinna en strax segi ég